Landsbanki Íslands kostaði gerð þessa þáttar. Forfeður okkar búin til var saga sú. Þeir sátu út í Noregi og áttu börn og bú. En Haraldur með freki fór að þröngva þeirra hag. Þeir þutu út í skipin sín og kváðu þennan brag. Við gefumst aldrei upp þó móti blási. Á Íslandi við getum verið kóngar allir einn. Og látum engan yfir okkur ráða. Og ýmsir vilji stjórna okkur bæ. Komiði sæl. Í síðasta þætti sem hét Ímynd lands og þjóðar ræddu gestir mínir pólitíkina á Íslandi, fjölmiðlana og einnig ýmis sérkenni okkar Íslendinga. Í þessum þætti ætlum við hins vegar að ræða atvinnulífið. Ég bað viðmælendur mína að ræða meðal annars auðlindir Íslands, nýsköpun í atvinnulífinu og fleira. En fyrst vildi ég vita hvaða skoðun þeir hefðu á ástandinu á Íslandi hér í dag. Íslensk þjóðarbú stendur tiltölulega vel. Við höfum mikla fjárfestingu í landinu, við höfum mikla þekkingu í landinu og vel menntað starfsfólk. Við eigum auðlindirnar í hafinu umhverfis okkur og höfum ýmsa möguleika sem við getum notfært okkur. Hins vegar engin launung á því að það hefur margt farið úrskeiðis á síðustu árum. Við höfum fjárfest vitlaust, við höfum veðjað á vitlausa hesta. Við stöndum svona á tímamótum í dag þar sem að ég held að við þurfum að gera upp málin. Við þurfum að átta okkur á því hvað það sem við gerum vel, hvað við getum gert. Við þurfum að fara ofan í bækurnar og hreinsa út það sem að ekki nýtist okkur og horfast í augu við það. Að það getur vel verið að við þurfum að hreinsa út úr skápnum gamla drauga. Ef við höfum þrek til þess að gera það, þá hef ég engar áhyggjur af því að við klárum okkur ekki í framtíðinni. Þeir menn hafa náð hér feikilega góðum árangri. Vandamálið það hvernig við ætlum að tryggja þennan árangur áfram og ég held við náum ekki þeim árangri, ég held að það sé bara alveg gefið að við náum ekki þeim árangri að tryggja að það með lifi hér farsælega áfram eins og menn lifa hér í dag með einhver bestu lífskjör sem nokkur staðar eru í heiminum. Og þetta frelsi, hugsaðu það líka, það kannski ekki nema 30-40 lönd í heiminum sem hafa einhvern raunverulegt frelsi og lýðræði og þar fram til gottunum. Við munum ekki klára að gera þetta með sömu vinnubrögðum og við erum að beita í dag. Með þessu skammtíma hugafæri, með hagfræði og óskikjunar, það sem menn alltaf að dreyma næsta happdrættisvinning og hann sé hinum megin á horninu. Ég held að menn komist ekki mikið lengra á þeim hlutum sem hafa verið gerðir á síðastunum áratugum til þess að það hafa verið gerð stórkostlegir hlutir hér í sjávarútvegi að nokkuðs efa og mjög athyglisverðir hlutir í samt orkumál og annað slíkt. Menn hljóta hins vegar að kíkja á hvar stöndum við samkeppnislega gagnvart öðrum þjóðum á næstu árum og hvernig ætlum við sem Íslendingar að græða Sumar þjóðir eru ríkar af náttúruauðlindum eins og Rússar og Bandaríkjamenn, aðrar eiga fáar auðlindir eins og Danir og Japanir. En hverjar eru helstu auðlindir okkar Íslendinga? Ég sé þetta þannig fyrir mér að við eigum þrjár auðlindir, þrjár meginauðlindir. Það hafið, fyrsta lagi, við höfum talað það, þar ekki að vænta mikilla nýrra tekna á komandi árum. Í öðru lagi það orkan. Reynslan sýnir okkur að það að nýta orkuna mjög tímafrekt og þarf langan aðdraganda. Í þeim efnum verði engin uppgrip á næstunni sýnist mér. Ja, það mjög hagstætt ef að hér kæmi álver á næstunni. Það eru eflaust fleiri kostir í þeim efnum en ég sé
orkuna fyrir mér sem þessa aðra auðlind sem mikið langtímamál. Þriðja auðlindin, það er fólki og landi, það eru bara við. Það eru við þar sem við, og hér á Íslandi. Þar held ég að á komandi árum eigi að vera mestu tækifærin okkar. Auðlindir Íslendinga í framtíðinni einfallega fólki sem í landinu býr. Með því að fjárfesta í menntun og þá getur menn fjárfest í fólkinu. Við getum byggt upp menntakerfið og þar með byggt upp auðlindirnar. Ef við lítum til þeirra þjóða sem best hefur gengið og þá sjáum við það er í öllum tilvikum. Það eru þjóðir sem hafa fjárfest mest í menntakerfinu. Það eru ekki þær þjóðir sem eiga auðlindir sem þeir geta sótt í. Þjóðir eins og Japanir, lönd eins og Singapúr, Hong Kong, Tævan, fleiri lönd sem hefur gengið gífurlega vel í efnahagsmálum. Þetta eru lönd sem hefur nákvæmlega engar auðlindir en það eru að fjárfesta í sínu fólki. Og það er það sem skiptir máli í framtíðinni. Það er tækni þekking, það er almenn þekking, það er það sem skapar auðin í framtíðinni, ekki einhver auðlindir. Þeir sem búa við þær og reyna að nýta þær án þess að mennta sitt fólk, þeir munu einfaldlega dragast aftur úr. Það er ekki torskilið við það og þetta er ekkert sem að fólk getur ekki skilið. Þetta er einfalt reikningsdæmi sem allir skilja, sem eitthvað vita hvernig efnahagsmál heimsins hafa verið að þróast á síðustu árum og áratugum. Í nútíma þjóðfélagi allt undir því komið að menntun verði sem mest og best og að sem allra flestir njóti hennar. Þetta er undirstaðan. Við þurfum að vinna verkin okkar auðvitað til sjós og við þurfum að róa til fiskjar og við þurfum að fletja fisk og við þurfum að stunda auðvitað líkamleg störf líka. En öll undirstaðan byggð á því eins og nútíma þróunin í tækni, vísindum, tölvunni, tölvuófreskjunni sem við kalla, að við getum menntað og gefið öllum sem þess þær eru færir kost á að mennta sig. Og það fjárfesting sem svo girnilegast af öllum. Við Íslendingar erum vanir frumkvæði ríkisins í atvinnumálum. Nægir þar að nefna járnblendi og álver. En hver skoðun gesta minna á frumkvæði ríkisins í nýsköpun? Í þessu samdráttarskeiði sem að þá vantar okkur eitthvað stórt svona, gefur okkur snögga, eins og maður segja, innspýtingu í efnahagslífið. Það náttúrulega fyrst og fremst þar sem maður getur fengið einhverja mjög skyndilega breytingu, væri með byggingu eins og álvers. Annað tekur miklu lengri tíma, ef við tölum að byggja upp iðnað sem byggir á framleiða tæki og búnað fyrir fiskvinnslu í ríkari mæli heldur en við gerum í dag, þá tekur það miklu lengri tíma. Álver og stóriðja eru í sjálfu sér svipaðs eðlis eins og gusurnar sem maður fær úr sjávarútvegi. Þarna eru jú tækifæri til þess að auka hagvöxt í einu stóru stökki með vissu millibili. Og það þetta gott og blessað. Það mjög gott að nýta öll slík tækifæri. En ef við ætlum að lifa hér sæmilega stöðugu lífi og fá svona eðlilegan vöxt, þá verðum við að geta skapað hagvöxt sem kemur svona, ef við getum sagt upp úr grasrótinni. Haft hér atvinnuvegi sem geta lifað að sjálfu sér án þess að vera svona taglnýtingar einhverja stór framkvæmda. Og mér finnst mjög slæmt við skildum hafa mist álverið vegna þess að þá byrjar þessi bölvaða nýsköpunar umræða að hér sé allt í steik og þess vegna verða að fara í einhverja nýsköpun og þá ég svo hræddur við það að það gerist nákvæmlega sama eins og gerðist svona upp úr 1970 þegar vorum konum með eitt álver, við þurftum meiri atvinnusköpun og menn sögðu það verður að gera eitthvað og þá fóru allir á stað með peninga skattborgarans og meir það með skattpeninga grunnskóla kynslóðarinnar búið eða þeim í afborganir erlendum lánum í allskyns ævintýri síðustu 15-20 árin sem að vissulega að töluverðu leyti verða að skrifast á ábyrgð atvinnulífsins sjálfs
Það hafa líka verið gerð fjárfestingarmistök í atvinnulífinu, í einkafyrirtækjunum, en langsamlega stærstu og dýrustu mistökin hafa verið gerð af hálfu opinberra aðila og sveitarfélaga sem hafa verið að fjárfesta fyrir skattpeninga almennings. Af því að það þurfti að gera eitthvað heldur menn, en því miður mistókst allt og mikið af því. Og ég er hræddur það núna, fyrst að þetta álver datt út, að þá komi einhver svona hreyfing og menn ryðjist af stað og fari að búa til einhverja nýsköpun. Og það er engin þörf á því. Það á bara að leyfa þeim sem er að fást við þessa hluti að halda því áfram og reyna að liðka til fyrir þeim eins og hægt er. Ríkið skapar engin atvinnutækifæri. Allstaðar þar sem ríkið hefur lagt sína dauðu hönd á, það sem átt að bjarga íslensku landbúnaði á sínum tíma, loðdýraræktin, laxeldið, Essin 4 sem einhvern tíma voru kölluð, steinullaverksmiðjan, saltverksmiðjan, sjóefnavinnslan og hvað þetta hét nú allt saman. Þetta er allt, ekkert af þessu hefur gengið. Ég er alveg fyrir mína parta handviss það að sumt af þessu hefði gengið ef það hefði ekki verið ríkið sem ætlaði að láta það ganga. Ég var nú í iðnaðinum áður, menn voru mjög uppteknir af því að sjá fyrir hvernig hægt væri að skapa atvinnu. Og ég man eftir að það var sænskur sérfræðingur hérna einu sinni sem að reiknaði út hvernig þyrfti að búa til störf. Ég hef hvergi séð það hafa takast að það ríkisvald í einu landi hafi getað búið til störf. Þeir voru að reyna það í Sovétríkjunum. Og það er alveg stór hættulegt að vera að búa til einhverjar skýrslur og plön hvað það er sem við eigum að gera. Það er rugl. Bara hreint rugl og Sovét. Menn er að tala það er ekki nýsköpun, það vantar alltaf nýsköpun og svo áramótin eru hérna allir teknir inn á teppi í öllum fjölmiðlum og talað það háflegum setningum hvernig eigi að bjarga þjóðinni og þjóðfélaginu og framtíðin í þessu landi. Þetta er náttúrulega algerlega út í hött vegna þess að það er bullandi nýsköpun í gangi í þjóðfélaginu og eitthvað af þessu liði ætti nú bara að fara út í atvinnulífið og skoða fyrirtækin og sjá hvað mikið er búið að gerast á síðustu 10 árum í íslenskum iðnaði og í íslenskum sjávarútvegi og í íslenskum ferðamálum, hvað mikið og í íslenskri kvikmyndagerð og bara allstaðar hvað mikil nýsköpun hefur átt sér stað. Og það er mjög niðurdrepandi fyrir þá aðila sem eru að vinna að nýsköpun allan daginn, eru stöðugt að koma með nýjar vörur, fara til útlanda, selja vörurnar, flytja út, afla tekna, að hlusta á þessa umræðu það að það sé nú þörf á því að byrja á einhverju nýsköpun í landinu. Ekki virtist þetta fólk vera hrifið af frumkvæði ríkisins í nýsköpun. En hvaða vaxtabrodda sér það þá í stöðunni í dag? Við skulum gera grein fyrir því að megna því sem kom dettur í hug tóm vitleysa. En sem betur fer þá er svona 10. hver hugmynd eða eitthvað svoleiðis eða 20. sem er góð. En við vitum ekki bara hver 10. eða 20. er góð, svo við verum alltaf að vera að reyna að skapa umhverfi sem að endar þá með því að við náum því sem að hendar. Það sem að við verðum fyrst að gera okkur grein fyrir í slíkri umfjöllun er að við eigum engar patentlausnir. Það er engin galdur til sem að segir þetta eigum við að gera og 1, 2 og 3 erum við aftur komin út úr öllum vandamálunum. Ég held að ef við setjum okkur að skilgreina íslenskt þjóðfélag þá er það ljóst að það er einn hlutur sem við gerum betur en flestar aðrar þjóðir, það er að veiða og vinna fisk. Og það er það svið í heimsmarkaðnum, það horn í heimsmarkaðnum sem við höfum haslað okkur völl og höfum tiltölulega gott orðspor. Það eru einhverjir möguleikar hér í nýsköpun en ég held að hún taki mjög langan tíma þannig að ég sé það þannig að sjávarútvegur og fiskvinnsla það mun langan tíma vera yfirgnæfandi kjarni í þessu. Ég tel að sjávarútvegurinn hér getur fært út kvíarnar enn meira. Við höfum sérþekkingu í þessari grein og við getum nýtt okkur það bæði hér, lendis og annars staðar. Við getum boðið öðrum aðilum upp á okkar þekkingu hér.
Íslendingar er ekkert vera hræddir við að vera sérfræðingar í sjávarmálum og leggja alltaf áherslu á að vera í öðrum greinum vegna þess að ef við stöndum okkur vel í einni grein, sjávarútvegsgrein er mjög stór og það má sem sagt breyka út þá grein frekar en að bara finna eitthvað alveg nýtt á nálinni eins og gert var í sambandi við laxeldi eða loðdýrarækt. Við þurfum ekki endilega að vera uppfinningamenn. Ég held að það sé ansi mikið framtíð hérna í fiskeldinu. Hins vegar eru menn með mjög erfiðar aðstæður hérna á Íslandi hvað varðar veðurfar. Það hefur orðið geysilegt tjón í gegnum tíðina. Svo held ég að menn hafi kannski fjárfest of mikið ofta tíðum án þess þó að ég þekki það til hlítar. Og menn verða líka átt að sjá því að það tekur tíma til að læra, að það tekur tíma til þess að gera mistök. Það gera allir mistök þegar þeir eru að fást við nýja hluti. Og ég held að það sé mikil synd ef menn detti út úr þessu núna vegna þess að til dæmis í fyrra þá var heildarframboð af laxi í Evrópu 200.000 tonn, megnið að því seldist og má segja alls var neytt. Á þessu ári hins vegar dettur framboðið niður í 160.000 tonn. En eftirspurnin hún heldur áfram að aukast og það er fyrirsjónlegt að framboðið mun enn draga saman 94 og 95. Og þá ertu komið með verulega breytta mynd af því sem hefur verið núna síðastliðin 3 ár. En á undan síðastliðin 3 ára, þá skal ekki gleyma því heldur að menn græddu alveg óskaplega. Kannski koma þeir tímar eftir. Og svo kemur allt hitt, tækin fyrir sjávarútveginn, þar höfum við séð vaxtabrodda. Þeir hafa skjarnan hrunið. Að mínu mati er stór ástæða fyrir því þessi erfiða samkeppnisstaða sem er svo erfið þegar að þróunarkostnaður er mikill að búa við þetta gengi. Nú síðan höfum við náttúrulega hugbúnaðariðnað og við sjáum þar fyrirtæki vera að koma og reyna fyrir sér á erlendum mörkuðum og við höfum virkjun gufuorku sem að er örugglega tækifæri sem hægt er að nýta. Við höfum vatnsútflutning sem menn eru byrjaðir á og virðist bara lofa þokkalega góðu þó menn sé að tapa á því í dag en það lítur út fyrir að það geti breyst á næstu árum. Nú síðan höfum við náttúrulega þetta stóra mál, það er að nýta landið og með túrisma og ferðamönnum og hugsanlega sækja hingað einhverja sérhæfða þjónustu fyrir fólk, heilsunnar vegna. Ferðaþjónustan er ein af fáum vaxtabrotum núna og það er athyglisvert að hún hefur vaxið og ekki notið neinn sérstaks stuðnings. Kannski hefur hún vaxið vegna þess að hún hefur tiltölulega afskiptalaus af hálfu ríkisvaldsins. Menn hafa ekki verið vasast, ríkið hefur ekki verið vasast í þessari starfsemi. Það hefur ekki verið. Hvernig lítur Ísland út í augum útlendinga? Það fer eftir hvar þú ert. Það lítur allt öðruvísi út í augum Þjóðverjana heldur en til dæmis Skandinavana og við þurfum að gera hér út mismunandi á þessa markaði. Þarna þurfum við aftur að setjast niður og velta fyrir okkur og við getum fundið það út. Hvernig við eigum að gera þetta, nálgast þetta miklu hraðara. Eitt dæmi, Danir voru með voðalega fínt ferðamálaráð. Alls konar embættismönnum og stórt og mikið og blandað alls konar aðilum í þjóðfélaginu. Þeir ákveða að stokka þetta upp, þeir stokkuðu þetta upp, þannig að þetta er fyrst og fremst í dag hagsmunasamtök þeirra sem vinna að ferðaþjónustu með einhver ívafi. Ég held að tækifærin séu mörg og við vorum til dæmis bara á eitt lítið mál eins og ylrækt. Ok, við erum ekki komið langt í ylrækt í dag, en ef við horfum á framtíðina að þá er margt sem bendir til þess að þar getum átt góða möguleika. Við höfum heitt vatn og gufu, við höfum rafmagn sem þarf til þess að lýsa upp gróðurhúsin, við höfum kolsýru sem þarf til þess að nota við brennsluna, þannig að, og við höfum í vaxandi mæli fólk sem kann að fást við þetta, þannig að þessi hlutir eru að mínum mati mjög jákvæðir. Annar vaxtabroddur, hugsanlega, eru auðvitað orkumál. Vegna þess að orkan, við höfum gífurlega mikla orkugetu hér og við getum flutt hana út, sérstaklega með tilkomu tækni, en það er kannski lengri í það. Til dæmis þessar athuganir á sæstreng og flytja út orku, það er mjög áhugavert vegna þess að öll lönd eru farin að íhuga allverulega sín umhverfismál og að beita þessari orku. Og hvers konar ver eru til staðar, þannig að það eru útflutningsmöguleikar, en við verðum að líka passa upp á það að við spillum ekki okkar land á sama tíma sem við erum að
beita þessa orkugetu okkar. Ég held við höfum alla möguleika til þess að byggja hér upp öflugt velferða þjóðfélag með auðugu menningarlífi og öflugu atvinnulífi og þar af leiðandi góðum lífskjörum. En það gerist ekkert af sjálfu sér og það kannski fólst dálítið í spurningunni sem þú komst með hvað þetta unga fólk allt saman ætti að gera. Þú nefndir áðan að ég væri formaður útflutningsráðsins og við höfum einmitt verið að reyna að nálgast þetta viðfangsefni á ýmsan hátt. Við höfum verið að ýta undir útflutning á sviði heilbrigðisþjónustu. Og þá erum við að tala um útflutning fyrst og fremst kannski með því að fá til okkar fólk í aðgerðir, fá fólk til okkar í einhvers konar heilsubótar dvöl og svo framvegis. Þetta er vinna sem er í fullum gangi og ég held við höfum mikla möguleika á að ná árangri á þessu sviði. Við höfum líka verið núna kerfisbundið að kanna hvaða möguleika við höfum á fjarvinnslu. Það er að segja að verkfræðistofur, arkitektar og allir þeir sem að hafa eitthvað að selja og einhverja vinnu að bjóða fram, þeir geti verið hérna og verið með þau tengsl við verkfræðistofu í Þýskalandi eða arkitektastofu í Los Angeles eða kerfisfræðing í New York, að þeir geti unnið hérna og skila sinni vinnu hvar sem er í heiminum. Þetta held ég að sé lykilatriði fyrir okkur til þess að nýta þetta mikla kapasitet sem við höfum. Nú, ég held líka að svona svo reynsla sem komin er á það er hægt að byrja með ný fyrirtæki, byrja með nýjar atvinnugreinar eins og þessar sem ég þekki best sem er að framleiða tæki og búnað fyrir fiskvinnslu. Þetta er hægt og við eigum eflaust eftir að ná enn frekari árangri í því og það opnast mönnum oft möguleikar að fara síðan inn á önnur svið eins og það að við byggjum okkar allaka þróun á því að tækjum fyrir fiskiðnað, kannski er að opnast okkur möguleikar fyrir það að selja þetta inn í kjúklingaiðnað sem er miklu stærri iðnaður og þá erum við að tala um að velta fyrirtækis eins og Marela, hún hækki ekki 40% á milli ára eins og hún gerir nú á þessu ár, eða frá árinu 1990 til 1991 heldur og hún kannski margfaldist á fáum árum. Og þá skapast náttúrulega mjög mörg atvinnutækifæri og það eru fleiri dæmi svona heldur en bara þetta eina fyrirtæki. Hér á undan var aðeins minnst á nokkra hugsanlega vaxtarbrodda. En ein hugmyndin er að gera Ísland að fjármálaparadís. Við skulum skoða þessa hugmynd aðeins nánar. Við kunnum það að leggja net fyrir fiskinn sem að syndi fram og aftur í sjónum. Það er miklu meira en fiskurinn sem færist fram og aftur yfir Atlantshafið. Á tímabilið þá náðum við mjög góðum árangri í flutningi flugfarþega milli Evrópu og Ameríku. Það er dæmi svona strauma þar sem við kostuðum út neti og við náðum að fiska svo lítið á þeim miðum. Það fara fram ótrúlegi vöruflutningar á milli Evrópu og Ameríku. Það er að byrja aðeins að íslensk skipafélög sé að ná hluta af þeim markaði. Nú, það sem að kannski stórbrotnast í þessu af öllu saman eru þeir gríðarlegu fjármagnsflutningar sem fara fram yfir hafið. Reyndar ekki í eiginlegum skilningi, það er ekki svo að skilja það sem verið að flytja seðla fram og aftur. Nú gerist þetta fyrst og fremst bara í gegnum tölvukerfi og elektrónískt, en þannig eru gríðarlegi fjármagnsstraumar á ferðinni. Það er örugglega vaxandi markaður fyrir svona fjármála miðstöðvar. Bara brot og prósent af þessum alþjóðlega markaði gæti haft verulega áhrif til aukningar hér á landi vegna þess að þetta eru það háar fjárhæðir og slík fjárhæð sem viðbót hingað inn gæti haft svo mikil prósentulega áhrif á það sem fyrir er. Það geti þýtt svo mikla prósentulega aukningu
þó það sé aðeins brota úr prósentu á alþjóðlegan mælikvarða. Þannig að eftir miklu að slægjast, hins vegar ætla ég ekki að falla í þá gryfju að segja nákvæmlega hvaða tegund þjónustu við eigum að bjóða. Sem dæmi má nefna að eyjar í Karabíska hafinu sem að hafa minna til að bera heldur en Íslendingar, hafa til dæmis engan fisk og engin fallvötn eða neitt svoleiðis. Þeir hafa opnað sín lönd fyrir fjármagni til dæmis. Þannig að þú getur sett upp þitt eigið fyrirtæki og án þess að þó að þú komur oft þar, þú hefur stjórnarfundir, lög og annað slíkt, annarkvort þar á staðnum eða annar stað. Þarna flæði fjármagni í gegnum það bankastarfsemi sem þar sett upp. Það alls konar möguleikar í þessu sem hægt að gera og það kannski ákveðin tækifæri sem muni gefast á næstu árum ef að bæði Liechtenstein, Luxemburg og Sviss fara inn í efnahagsbandalagið með einum eða öðrum hætti að þá mun löggjöf samræmast og sú bankalinn sem þar hefur verið munu væntanlega minnka að einhverju leyti. En það ákveðin tækifæri til dæmis í svoleiðismáli. Ég veit um aðila sem að hafa sumir hverjir margoft bent Íslendingum og íslensku stjórnvöldum á það að þarna sé tækifæri sem menn eiga að skoða og kannski nýta sér, minnst okkur ekki láta fara fram hjá sér að óathuguðu máli. Þú nefndir Líbanon áðan. Þar meðal annars ágætur ræðismaður Íslands sem búinn að standa sig vel í mörg ár. Ég man eftir því að fyrst þegar ég hitti hann, þá fór hann að tala þessa hluti út frá reynslu þeirra í Líbanon, jafnvel á tímum borgarastyrjaldarinnar, að þeir höfðu umtalsverða tekjur af fjármálastarfsemi lengst af í borgarastríðinu. Og hann var með þeim fyrstu manni eftir sem var að benda mönnum á að þarna ættu Íslendingar tækifæri. Þetta hugmyndir það að gera hér fjármálaparadís í einhverjum formi. Það náttúrulega mörg ríki eru akkurat á þeim slóðum núna. Ekki Malta og ýmsir fleiri eru akkurat að huga að þessum möguleika. Þannig að það verður kannski hörð samkeppni í honum líka. Eitt af því sem þú þarft sennilega hins vegar, ef þú ætlar að búa til svona paradís af þessu tagi, þú þarft trúverðugleika, þú þarft stöðugleika og þú þarft þróaða fjármálamarkaði. Og ekkert af þessu höfum við hér á Íslandi. Við höfum ákaflega vanburðugan fjármálamarkað. Hann hefur á vísu verið að færast í heilbrigðara horf mjög hröðum skrefum á undanförnu. En fá önnur vestræn ríki hafa búið við eins furðulegt fjármálakerfi í gegnum tíðina eins og Ísland og ætla að hoppa beint yfir í það að byggja hér afkomu fólks á fjármálastarfsemi. Ég efast að það væri trúverðug hugmynd. Ég býst við líka að menn þurfti að hafa nokkuð öfluga samstöðu innanlands það að vilja þessa lausn. Og ég vil nú játa það að Íslendingar sem ævinlega hafa talið að framleiðsla, hversu óhagkvæm sem hún væri hafinu góða og þjónusta eiginlega sama hversu arðvænleg sem hún hefur verið væri hafinu illa. Ég á eftir að sjá Íslendinga samþykja, kyngja þeirri hugmyndi eða allavega í þeim mæli að hún verði trúverðug. Við erum 40 árum á eftir tímanum hvað það snertir ef við ætlum að íhuga að vera einhver fjármálamiðstöð, svona offshore banking. Við erum of sein, tel ég. Þetta byrjaði eftir stríð víðsvegar í heiminum og við erum í samkeppni við tug annarra landa. Og hvað ætlum við þá að bjóða umfram önnur lönd og við komum inn mörgum árum seinna. Eitt sem því til fyrirstöðu tel ég að það sé að ríkið, afskiptasemi ríkisins hér allstaðar og af hverju hvað ætti að vekja traust manna á það að ríkið ætlar ekki að skipta sér af fjármunum annara manna frá öðrum löndum þegar ríkið skipti sér af öllum eignum allra Íslendinga. Þarna tækifæri og við eigum að kryfja þetta. Nú mögulega verður niðurstaðan svo að við, með arðsemi áhættu, að við eigum ekki að gera þetta. Nú þá ekkert við því að segja. Þá hefur þetta bara verið kannað og menn hafa þá tekið faglega
ákvörðun það að svo skuli vera, en mér finnst algjörlega óréttlætanlegt í stöðun í dag að láta þessi tækifæri framhjá okkur fara án þess að kryfja þau faglega. Í næsta þætti, sem ber yfirskriftina Horft til framtíðar, verður fjallað nánar framtíð okkar í þessu landi, meðal annars spurningunum það hvort hugsanlegt sé að Ísland muni sækja aðild að Evrópubandalaginu. En í viðtölum mínum við gesti þessa þáttar var minnst á mun fleiri málaflokka en hér hafa komið fram. Hlustum að lokum á skoðanir þeirra nokkur önnur mál. Ég man bara fyrir hvað? 3 árum var skattlaus ári hérna, maður kom hérna heim, þetta var bara góðsinn land, og allir vaðandi í pinningum, allir á nýjum bílum, allir að byggja, allir að gera eitthvað, stórkostlegt maður hugsaði, wow. En svona þetta í þessum löndum sko, en í staðin fyrir að kannski að þessi bara 1 ár út af því að menn ekki meiri skatt, þá það út af því að menn eru með lítinn skatt út af því að skattprósentan lág, og út af því að menn geta gert þessa hluti og menn sem sagt einstaklingsframtakið, það fær að njóta sín, af því að þú berst meira heldur en hinnir. Þeir stjórnmálamenn heimsins sem hafa mestu máli skipt fyrir Ísland eru 2. Það Hitler og það Stalin. Hitler vegna þess að hann kom að stað þessu stríði sem við grættum á, Stalin vegna þess að hann byggði upp Sovétríkin og með þeim hætti úrvarð kaldastríð sem líka grætt á. Fyrst og fremst grætt á tilvist þess að takja manna ef svo má segja hversu nöturlegt sem það hljómar. Það Hitler og Stalin. Það fáum ljóst að fiskveiðikerfi sem við höfum tekið upp, kvótakerfið, það skynsamlegast og hagkvæmasta kerfið sem tekið hefur upp í heiminum. Við Íslendingar erum ásamt Nýsjálendingum alveg í fararbroddi í stjórn fiskveiða. Það sem við þurfum að gera, það að flytja út þetta kerfi okkar og þá þekkingu sem orðið til í fiskihagfræði og skyldum greinum til Evrópuþjóðanna, þannig að það komist á kvótakerfi alls staðar í Evrópu, og ef það kemst á kvótakerfi alls staðar í Evrópu, þá ég ekki hræddur við frjálsa kvótaverslun á milli landa. Bara ef við lítum í tilfærsluna milli ársins 1990 og 91, að þó að loðnu veiðarnar og hluti af bolfiskveiðunum hefði farið niður og heildarveið okkar farið úr 1,5 milljón tonna niður í 1 milljón tonn, að þá samt sem áður 4% aukning í verðmætasköpun sjávarútvegsins. Og menn ætti að gera sér grein fyrir því að Ísland reis frá Örbið til Bjargálna mest fyrir aflamennina. Mest fyrir aflamennina og áræðismennina í sjósókninni. Nú á að drepa allt í dróma embættis valds og pólitískrar yfirdrottnunar. Það gengur ekki. Enda sjá menn núna að það eru breytingar í aðsigi. Menn hrista af sér slíka hlekki. Og kvótakerfið, guð hjálpi þér, ég svo hjartanlega sammála ritstjóra Morgunblaðsins Styrmi Gunnarssinn það. Sko, ég hef kynnst mönnum sem hafa grætt mikla peninga á því bara þeim úthlutað, þeir fá kvóta, þeim úthlutað, svo geta þeir selt kvótan á þess að þeir hafa grætt á þessu meira heldur en ég á eftir 40 ára starf, þrotlaust starf við farsælt fyrirtæki, þá fá þessir menn meira á silfurfati, þeim bara rétt þetta af ráðuneyti hér. Þeir eiga 50-60 milljónir fyrir að selja kvóta, sumir 100 eða hvað, ég veit ekki upp í hvað þetta fer. Þetta finnst mér gjörsamlega óþolandi. Við megum ekki Íslendingar gefa einstaklingum það sem að þjóðin á í heild. Kvótakerfi held ég að muni hafa mjög róttækar breytingar á allt íslenskt samfélag. Kannski ekkit síður heldur en þessar tilraunir sem voru gerða fyrir austan tjald, að menn rjúka af stað með einhverja hugmynd í tilraunaskyni í nokkur ár, en eftir 1-2 áratugi þá rankaði við sér og sjá að þeir búa við nýtt samfélag þar sem þeir geti ekki horfið tilbaka, og sumt af því sem hefur verið búið til í leiðinni er gott og mjög gott kannski, en annað er kannski óskapnaður sem menn hefðu látið vera að búa til eða hefðu verið meðvitaðir það. Og pólitíkusarnir vilja núna til dæmis berjast við verðbólguna.
og það hefur heppnast. Og það má einlega orða það í líkingamáli að uppskurðurinn heppnaðist ágætlega vel, en sjúklingurinn dó. Og sjúklingurinn sem dó var atvinnulífið á Íslandi. Fyrir 10-15 ára síðan þegar ég var að starfa í þessum iðnaðarútflutningsmálum, ég held að það hafi verið 12 sölumenn sem Íslands hafi til að selja alla íslenska framleiðslu úr landi. Þetta var bara hræðilegt sko, að það skuli ekki vera fleiri að gera þetta. Við erum að opna möguleikana að gera þetta allt saman frjálst, bæði í sambandi við fiskútflutningin og í sambandi við orkuútflutningin og þannig að við fáum alla þjóðina með okkur í að gera þetta því að við erum búin að mennta þessa þjóð undanfarin 10, 20, 30 ár þannig að við höfum ekkert með þetta menntaða fólk að gera. Það vantar vinnu og við erum að nota það í þessum tilgangi. Ef við lítum á Ísland í stærra samhengi að þá Ísland kannski svona 5.000. Partur af þessum tæknivædda heim og ég hef hort ofta á það með nokkurri ógn hvað menn eru uppteknir af því hérna heima að framleiða þekkingu og hvað eru lítið uppteknir af því að hagnýta þetta gríðarlega þekkingamagn sem er til utan Íslands. Og ég held að með því að leggja áherslu á þennan þátt að þá getum við skapað ný verðmæti sem að á grundvelli sem sagt dýrar vinnu sem aðrir hafa lagt í án þess að kosta mjög miklu til sjálfir. Og þetta er nákvæmlega það sem Japanir hafa gert. Þeir hafa tilengað sér það sem að aðrar þjóðir hafa verið að framleiða. Frægt til dæmis hvernig þeir hafa hreinsað upp rannsóknarniðurstöður frá Bretlandi og gert sér fé úr þessum niðurstöðum, en Bretarnir hins vegar setið eftir með sárt ennið hafandi eitt fé í rannsóknar á þess að geta gert sér úr verðmæti. Það þarf að hjálpa frumkvöðlum og hugvitsmönnum að vinna sín verkefni til enda. Það þarf að hjálpa þeim að gera hluti að markaðsvöru, það þarf að leiða saman hugvitsmenn og fjármagnseigendur. Þannig að báðir þessir aðilar geti komið saman með sína reynslu og þekkingu og komist að sameiginlegri niðurstöðu að verkefni séu góð eða slæm og menn allir í þau eða ekki í þau. Ég held að það sé mikilvægt í hverju einasta þjóðfélagi að það sé svona á vissan hátt stöðugt í gangi ákveð anarkí vegna þess að ef það er ekki í gangi í þjóðfélaginu þá er heldur ekki þessi andlega nýsköpun í gangi og þá myndast ekki þessi svona hrifning sem þarf til þess að láta hlutina gerast. Eitt er sem sagt að tala um hlutina en annað er sem sagt að vera svo hrifnæmur að þú gerir eitthvað í því og til þess að hafa slíkt ástand í þjóðfélaginu þá þarf svona svolítið spennu. Margoft séð þetta í þjóðfélagum þegar þau hafa gengið í gegnum svona mikla spennu í menningu sinni öðru þá kemur blómaskeið í atvinnumálum á eftir. Þjóðin er ennþá dag í það þannig, hún vill svona ríkisforsjá, hún vill ekki ómikla einkavæðingu. Hún vill láta hugsa fyrir sig. Hetjurnar eru ekki lengur skipstjórinn og hásetarnir. Hetjurnar eru í vaxandi mæli kontóristar hér í Reykjavík, fólk sem höndlar með verðbréf og pappíra. Þegar að stjórnmálamenn eru uppvísir að alls kyns uppgjörsvindli í kringum almannafé vegna fjárfestinga og reddinga fyrir hina og þessa, í hina og þessi mál sem mistakast, þá dregur allt viðskiptasiðferði niður. Og ég skil ekkert í pólitíkusum sem ekki sjá það að þeir eru eins og foreldrar. Þeir verða að ganga undan með góðu fordæmi. Og þegar þeir heimta að landslýður skeri niður sínar kröfur, þá verða þeir að skera niður sérréttindi sín sjálfir fyrst. Það er nauðsynlegt vegna þess að annars þá trúir enginn á þörfin á því að það þurfi að skera eitthvað niður.
Landsbanki Íslands kostaði gerð þessa þáttar.